Góðan daginn og velkomin til Norðurljóssins, 17. Í dag ætlum við að kíkja á leikinn Immortals Fenyx Rising sem kom út fyrir helgina á PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X og X ásamt PC og Nintendo Switch. Leikurinn heitir upprunalega Gods and Monsters þegar hann var kynntur fyrir 2 árum síðan en var endurskýrður í fyrra og svona, hvað maður segja, þetta þessi leikur spratt upp sem svona hliðarverkefni frá vinnunni á Assassin's Creed Odyssey sem kom út fyrir 8 árum síðan og mikið af liðinu sem vann á þessu leik gerði þennan leik og fyrir utan augljósu áhrifin voru á grískri goðafræði sem báðar leikirnir tækla þá þetta að finna talsverð tengingar og áhrif í hvernig leikurinn spilast og ákveðin kerfi getum við sagt í leiknum mjög minnisstæð bæði bardakerfið og annað. Önnur áhrif og eins og margir myndi segja einstaklega mikil eitthvað auðvitað leikurinn Legend of Zelda Breath of the Wild sem Nintendo gerði fyrir Nintendo Switch og Wii U fyrir 8 árum síðan og enn talin einn af bestu leikjum á þeim þá vel, myndi ég segja og skiljanlega. Það oft sagt að svona imitation is the sincerest form of flattery sem ég bara ábært að segja að þú veist, já, ef þú vilt að gera eitthvað vel og eitthvað flott þá reyna stundum aðra að eftir. Þessi leikur ekki hrein kópering eða neitt slíkt af Breath of the Wild. Hann sitt eigið dæmi þó hann fái vissa hluti lánað. Hann með meiri, hann heldur betur utan hvað leikmenni að gera en Breath of the Wild sem lætur meira rannsaka heiminn sjálfur en það samt þetta exploration og skoðum og merkja inn á kortið eins og sést hérna það sem ég að gera það sem ég að skoða næstu staði og það merkir sjálfkrafa inn á kortið sem mjög þægilegt. Allir þeir staðir sem getur bæði fundið collectible hluti eða farið og gert verkefni, fundið fjársjóði, leyst þrautir eða haldið áfram í sögunni. Þessi bláu merkja hérna hringirnir, þeir eru sögupartar. Þessi hérna sem ég var að zooma yfir svona pittir, barðapittir sem eru svona dungeons getur við sagt og blanda í leiknum af bæði sem sagt dungeons tengdir sögunni og síðan bara svona frjálsum. Þetta sem sagt heimur í leiknum, þetta eins og ég segi byggt á grískri goðafræði. Titaninn Typhon hefur sprottið fram og sigraði alla guðina og einu sem eftir Seifur og Prometheus og Prometheus sem segja við söguna þegar byrjar. Þarna Aphrodite, ég búinn að bjarga henni þegar það komið þarna í söguna og þarftu einmitt að hjálpa guðunum og þeir eru svona 4 svæði í leiknum sem þú ferð hver tengd hverjum guði. Ég held að fyrstu 2 eru Aphrodite og Ares, ég veit ekki alveg hvað hinn ég ekki komið nógu langt en þá og síðan lokasvæði í miðjunni sem viðbúið að sé vartan við Typhon. Það hægt að fara ánga strax eins og í eins og Breath of the Wild og fleirum en það ekki rosalega gáfulegt að gera það. Þetta hérna heitir Hall of Heroes sem svona basic getur við sagt í leiknum þar sem þú guðin Hermes sem sagt eru og hérna getur við farið uppfært persónulegina, breytt útlit hennar og fleira. Ég held ég að var hingað og eitthvað hugsa held ég hérna þegar ég í menjunum. Já, þetta sem sagt, hvað að segja, Ubisoft leikur sem fylgir því að það eru alls konar hlutir að safna, finna og alls konar leiðir til þess að kaupa og safna
fyrir alvöru pening líka. Það er skemmtilega út í sérsnið persónuðin algjörlega, hvernig það kallkyns, konum með skegg, kall með whatever, það er allt til í þessu og það er fínt frelsi hér. Þó eru bara 2 raddir endar sem er svona. Við hefum vel talið í leiknum, það er kannski ekki óðurlegt. Þetta er þess að hæfileikadreið. Þú veist alltaf að vinna þér inn í einhverja hluti, svona gjaldmiðla. Svo nota þér uppfæra hæfileikana þína, uppfæra vopnin, brynjur og slíkt. Og þannig að hérna til dæmis uppfæra stamina eitt, sem er bara heilsurækta dæmi. Og eins og segi, ég er að fara hérna í gegnum með alla þessa hluti. Þú ert alltaf að safna eins og ég sagði, hlutin til að uppfæra karakterina, gera hann betri og betri. Og er ég hérna aðeins búinn að fara og sérsetja hann fyrir ofan upp í herráðinni ákveðnir gjaldmiðlar sem ég nota. Það er allt sem ég fæ í gegnum verkefni í leiknum. Ástandi ég gerir svona ákveðin verkefni við Hermís, þá fæ ég einhvern gjaldmiðl sem ég nota að kaupa í búðinni á honum. Eða ég get eitt alvöru pening og keypt það líka. Hérna er sem sagt þessi potion sem þú getur fengið, heilsa, stamina og síðan er hlutið til að hjálpa þér í barda. Ég er mest búinn að fókusa á heilsu hérna. Það sem sagt, það er eins og ég segi, það er ágætlega fjölbreytt hæfileikadreið svo að lifi aðeins að uppfæra. Hver sem hefur spilað Breath of the Wild, þetta kannast svona við pínu þarna feeling, en það er ekki samt þessi tilraunamennska sem var í Breath of the Wild, þar sem þú varst að reyna að flengja stundum bara hlutum saman til að sjá hvað gerist. Hérna semst eru svona daily tasks og mun alltaf reglulega bætast í meira og líklega eitthvað þessu fría efni við leikinn sem Ubisoft búinn að lofa. Skemmtilega við útlitskerfi við leiknum er þannig eins og bara í Odyssey einmitt að þú gast sem sagt, það er oft mjög leiðilegt að maður spila hlutverka leiki um leira. Þú er brynjur eða vopn sem er svona flott en þau eru ekki nógu góð eða þau gerir ekki hluti sem þú vilt gera. En síðan bara vopn sem eru svona góð en þau líst ekkert á þau. En það er mjög þægilegt í þessu leik að breyta þannig að þú færð útlit eins hluts en alla kosti hins hlutsins. Þú getur svona polymorfa til getur við sagt, þannig að þú lítur út eins og þú lítur út án þess að þurfa að fórna því að vera með einhver ljóta brynju eða ljótt vopn. Þannig að það er mjög þægilegt í leiki að gera þetta. Þarna er Mount Olympus sem ég á þáttur að fara. Ég er mest inn í Aphrodite svæðinu þarna og ég er einmitt komin á annað núna, ég er komin áfram í leiknum. Og það er eins og bara þá heldur fleiri og Assassins þá eru þrautir og ævintýr til að finna og það er alveg sýnt mér hlutblæði drjúgt efni í leiknum. Þó að sé ekki jafn stór og yfirgripsmikill eins og kannski Assassin's Creed Odyssey eða Valhalla sem eru 60, 70, 80, 100 tíma leiki pluss. Þá er þessi, skilst mér, 25-30 fyrir söguna pluss kannski 10-20 pluss ef þú allar hana 100% leikinn, skilst mér. Sem er alveg svona mjög fínt fyrir leiknúr í dag. Það er líka þægilegt að leikurinn þetta er nýtt sem kom í leikjunni í haust og byrjaði með Watch Dogs Legion og líka AC Valhalla er semst að þeir eru með cloud saves sem er þannig að þú hoppar á milli að spila leikinn, segjum á PC yfir á Switch eða PlayStation 5 yfir á 4 eða á Xbox eða bara hvernig sem þú vilt, þá getur þú tekið saveið með þér og haldið áfram sem þú ert, þannig að þú getur verið að spila á leiðinni í vinnuna eða skólan á Switch og komið heim og haldið áfram PlayStation 5 eða hvernig sem þú vilt. Og það er mjög þægileg leið til þess að gera þetta og ég pröfaði þetta með bæði Legion og Valhalla og mér virkaði mjög fínt. Eins og hérna þá er ég með leikinn PlayStation 4, PlayStation 5 og ég er að spila hérna Xbox-gana og ég get hoppa á milli eins og ég vil sem er rosalega þægilegt sem ég langar einmitt að pröfa með svona útgáfur og sérstaklega viðendi núna þegar nýja leiktölur eru komin út og maður vil fá aðeins að pröfa svona hvað þær geta og leikurinn keyrir til þess mjög vel á PlayStation 4 og enn betur á PlayStation 5 sem er ekkert óverulegt. Ég hef því miður ekki bara Switch-útgáfuna svo ég get ekki sagt hana.
eins og í Breath of the Wild þá getur tami dýr og þetta til dæmis 3 sem ég búin að finna og þessi blái mjög cool, hann með svona epic. Þetta nefndi að fara í gegnum aðeins armor setting sem ég búin að finna og ég elska alltaf leiki sem leyfa að fela vissa hluti brynjunar eins og hjálmana af karakterinum, þannig að þú ert í cutscenes þá þarfst ekki að vera að sjá það að þú vilt það ekki. Ég hef alltaf persónulega verið mjög hrifinn af því, kannski eins og minnst þægilegt að sjá allt höfuð af karakterinn mínum, en það er til staðar og vilt. Í staðinn fyrir flugdreka eins og Breath of the Wild þá ertu með vangi, hálfgerðir svona svifið þú getur ekki beint flogið. Það eru slag notast í sögunum Daedalus og Icarus þar. Síðan fuglinn sem sést þarna, þetta græna, Phoenix, þú finnur, hann heitir Phosphorus. Þú getur látið hann líta mismunandi út eins og sést hérna. Það er þægilegt og líka kosturinn við það ekki nóg með að breyta útlit, það er ákveðnir bardaeffektar sem koma líka við sögu sem hjálpar þá að velja eitthvað sem hendar þínu leikstíl og það er það skemmtilega mynd við bæði Assassins og bara það valduleikina nýlegustu að þeir bjóða upp á meira frels í hvernig þú tæklar og nálgast þessa hluti og það er sama að finna hérna. Húmor og saga leiksins kannski ekki eitthvað sem fer í alla mismundi vel. Mér persónulega finnst hún fín og skemmtileg og það er alveg kafasamlega í hvað það segir þannig forabit sem er grísku ofræði og allan þennan brenglun sem þar sérstaklega en blessaði Seifur sem getur ekki látið neitt í friði, hann svipað eins og Loki í Ásatrú á börn með alls konar fólki og dýrum og eins og við erum búist að kemur það stundum og býtur á hann í raskætti svipað eins með Loka eða Óðinn. Já, hann aftur að fremja helgispillin að skipa cutscenes pínu. Mér finnst artstillinn flott, hann kannski virka pínu cartoony en ég ekki hérna, mér líkar við hann. Mér finnst hann passa einhvern veginn við þetta. Skemmtilega sem ég tók eftir ef ég fyrir mér rétt mál að náunginn sem tala fyrir Prometheus sami gaur hún að tala fyrir Adam Jensen í Deus Ex leikjunum. Hann með svona djúpa og sandpappíslega rödd einhvern veginn þegar þú hlustar á hann tala. Warsten sem svæði Erisa, það svæði sem ég með búin að vera að spila svolítið mikið á núna og vera að vinna mig upp í næsta svæði eftir. Þannig að það nóg að finna. Ég verð að segja, það er mjög þægilegt svona flæði í að fara, hlaupum, svífa eða klifra og það er mjög þægilegt að þú getur boostað með haldinu taka þarna og fyrir hraðar og þannig að fyrir fljótar yfir þetta getur stamina en það er mjög þægilegt að ég get getist stamina svona ávisti til þess að bæta upp stamina þannig að ég get lengt flugið við sagt ef svo og það er auðvitað alls konar skrýmsli í leiknum byggður við skoðfræði þetta væri sjokkerandi svo verið ekki og gerist alltaf gerast á einhverju eyju fyrir utan Grikkland svona hálfgerð svona góðsækningendi eyju sem þú brotlendir á í byrjun leiksins eftir að herskipin sem var þá auðlendi í stormi og brotlenda þarna og all áhöfni þín nema þú sem sagt verða steini eftir Typhon og þú allt í einu þarft að takast á við það að leysa vandræði guðana og bjarga viniðinum og bróðinum sem eru steinurinn og þannig það sem ég fíla kannski þennan leik svipað eins og ég fíla við Breath of the Wild það er auðvelt svona bara detti í ákveðin spilnleiki bara ég ætla að fara að stefna ég ætla bara að skoða og bara taka 2-3 dungeons, berast í einhverja óvinni, finna einhvern fjársjóð og síðan get ég stoppa. Þú getur alveg sögt drjúgan tíma í stílarspilinu en á sama tíma getur að tekið skemmri kafla. Þetta einmitt mountain sem ég fann síðast, þetta svona epic mountain, þess að sést að hann með
þrisvar lengra stafinu bara en hinir. Það skemmtilega við leikurinn með stillingar svipað eins og síðustu Ubisoft-leiki sem eru erlegstillingar, þannig að það eru 5 eða 6 mismunandi erlegstillingar, þannig að allir getur fengið eitthvað fyrir sitt hæfi. Ég veit mér þarna á meðan ég að dúla mér þá er ég að spila eins og undarstillingar bara hann að gera þetta skemmtilega og þess að ekki drepast. Þú getur fengið alveg þokkalegt challenge ef þú vilt að þetta sé mortal sé erfiðastillingin, en þú getur fengið alveg niður í bara ég vil bara sjá söguna yfir í ég vil bara fá grueling og punishment dæmi. Það er minnst engin eldingarpartur í þessu leik svipað eins og er í Breath of the Wild, minnst það kosti eins og er, ég hef ekki rekst á það. Ég veit aftur að það er snjósvæði sem ég áttur að fara á sem ég er svolítið spenntur að skoða nánar. Ég er ekki alveg með að nota hvað guð geti komið við sögu þar. Þetta er mjög kunnlegt fyrir einhvern veginn að spila Breath of the Wild, en á sama tíma þarftu aldrei að hafa að spila Breath of the Wild til að spila leik. Það er ekkert sem slíkt í þessu leik sem er þannig. Þetta er bara, já, ef þú spila hann þá virkar þetta kunnlegt og ekki, já. Ég er endar mjög hrifinn af því í síðustu Assassin-leikum að það er þetta síðustu 3 þegar eftir að Origins byrjaði svona soft rebootaði seríuna að þetta þú getur sem sagt klifrað eiginlega hvaða hlut sem er og þvælst og mér finnst það þægilegt vegna þess að það er ótrúlega mikið frelsi að geta þvælst sjálfur og tekið það nálgun eða leið sem þú vilt fara, ekki þessum leikurinn segir að þessi 3 veggir hérna eru ekki hægt að klifra en þessi bara eða eitthvað svoleiðis, það er hérna hlutir sem leifar bara upp en annars ekki. Hérna er ég að leita á stríðsguðnum Eris, Marseldjan heiti í rómversku aftur á móti. Greiði bánsinn bara slaka og ég er aðeins á hann auðvitað. Bardaðnir eru svona stíliseraðir, getur við sagt. Þetta er þessi leikur að þú voru stíliseraðir, þetta er svona nálgun, getur við sagt, á grískri goðfræði. Leikurinn er ekki að reyna að vera raunverulegur, heldur að reyna að vera litríkur og skemmtilegur, getur við sagt, og húmor. Og reyndar eitthvað sem, já, sumir kannski finnast húmorinn ekkert spennandi en ég veit ekki, kannski rýmur svona heilan húmor en ég er búinn að vera að hafa gaman á honum, ég verði að viðurkenna það og ég er að spila þann leik nýbúinn eftir að vera 90 tímum í Assassin's Creed Valhalla og einhverjum 20 tíma undan í Watch Dogs Legion, svo ég er búinn að vera á kaf í open world leikjum og er ekki langtíma að sökka við sér í Cyberpunk 2077 næst. Þetta er svona fýtt svona leikur til þess að þvælast í gegnum núna áður, getur við sagt. Og áður en að dimma drungilega sci-fi dystopian byrjar næst. En já, það er bara niður tré og fleira. Ég hef ekki annað fætt neinn svona tilgang fyrir annað en undir sumum tréum eins og þessum þá er svona trésæði sem notar akkurat á þessa hluti. Annars er óverðið tilgangur ef við tekið eftir. Það eru ýmsar þraut í leiknum eins og þessi sem er, þú finnur í vissum stöðum tóndæmi sem þarfst að leika eftir og það opnast fyrir glóandi gullna ljós þarna og það er eitthvað björsjóð. En þarna til dæmis er ég ekki kominn með þrautina svo ég er bara að leika mér eitthvað aðeins búa til einhver hræðilega tónlist. Það skemmtilega sem ég finnst þetta við Prometheus er það að hann er að segja söguna og segja söguna af þér á sama tíma og meðan þú ert að spila og oft bregst hann við því sem er að gerast í leiknum og breytir sögun einhvern veginn aðeins. En hann er ekki samt að hafa áhrif á sögun eða slíkt, hann er meira bara svona að sagan tekur breytingum eftir hvað þú ert að gera og slíkt á skjáðunum. Eins og já, til ótrúlega oft þegar ég spila hann leiki er það mjög auðvelt með að
gleyma því sem ég að gera og byrja að safna alls konar svona safnadóti eins og hérna. Þetta allir þessi hluti sem notar til að upgrada og heilsu og stamina og svoleiðis. Og já, til að missa mig stundum í þessu að ég pínur svona eins og hundur sem sé íkotna og bara sé síðan alltaf ekki neitt annað og gleymir öllu öðru sem maður var að gera. Og það stundum þannig með mig og þetta. En fyrir þessi þá kemst ég vanalega aftur á réttar slóðir, vonandi. Það enda mjög gaman að hitta hann blessaðan Eiríks loksins. Ég vil segja að hann ekki búinn að eyða rosalega góða tíma sinna að reksta Typhon. Og hann alveg til held í smá hefnd. Já, þess að klifra styttur, eins og í hillum Ubisoft-leikjum voru í dag. Það þarf að klifra styttur, turna eða byggingar eitthvað til að fá meira inn á kortið. Það einhverju Ubisoft mjög umhugsað þetta sé einhverjum einasta leik sem þið búið til hreinlega upp á síðkastið. Ég ekki að segja að ég finnst það ekki alltaf leiðilegt en maður væri stundum til í að myndi vissum kringumstæðum að það var ekkert stað. Þessi leikur passar alveg fyrir en aðri leiki kannski ekki eins mikið. En þetta svona pínu stundum þannig. En það eins og segja, sæmilegt stór heimurinn án þess að virka of stór fyrst mér. Það eins og segja, mismunandi svæði svo þú hefur tækifæri að kanna, það fenjarsvæði eins og segja, það skógarsvæði, það snjór og fleira. Ég veit ekki hvernig sjátt allt hérna þegar ég að gera þetta vídeo. En skemmtilega við þessu aftur, ég veit ekki endalist að kalla bara þá veldi kannski, já. En Typhon stundum bregst við þegar þú ert að gera eitthvað og sendir spilltar útgáfur af grískum hetjum, Hercules, Achilles og fleirum að ráðast á þig þegar þú ert búinn að vera að komast á langt í sögunni. En hann svona pínu tekur ekkert rosalega vel. As Phoenix surveyed the terrain from atop the god of war, she spied a beast En það svona ein svona stór stytta á hverju svæði til þess að opna. That must be my son. Not the sharpest sword in the barracks, but he'll knock Phoenix off her feet. Mark my words. Já, hann myndi verið búinn að opna fyrir. Hann samt fyllir ekki inn alla íkonum og þú þarft ennþá að gera það sjálf, þannig að þú þarft ennþá haldinn takkanum til þess að taka þetta vissum hlutum og finna hvort þessi skillsetna sem lifið að fylla betri upp í þetta án eins miklar handavinni, ég veit það ekki. Þetta ekkert rosalega erfitt, meðan fjastir engi víbur og fer yfir eitthvað og kemur svona glans, glóandi ljós og síðan ítur á að taka og það festist inn á kortinu. En þetta tiltölulega auðvelt sem slíkt, þetta bara eins og þessi smá handavinna. Kosturinn við, þú ert ekkert raunverulega bundinn til að gera þetta ef þú bara að segja maður fókus sögur og þyrstir ekkert að gera rosalega mikið þess að þú gætir bara haldið áfram beint í söguna. Ég veit ekki alveg hvað þið myndi ganga. Þú veist þó að spilleikin mjög öðru stillingu til þess að vinna upp á móti erfiðleikstíðinu og vera að spýta gegn leikinn. En ég meina það fólk sem getur farið og ráðist beint á bossa í Breath of the Wild eða Dark Souls leikjan með alls konar bara og skipað ótal skrefum áður
svo allt til eða viljinn og hugmyndaleikinu fyrir hæfi. Þessi segir að duglegur er að fylla inn að kortið hérna, kannski aðeins of. Nú ætlum ég að fara að kíkja á Eris, sjá hvað er frétt af honum. Já, Phosphorus. Fyrst ég í blessa nefnum Phosphorus fuglinum, þá var mér hugsað til eins leiks og það var ekki Breath-of-the-Wild. Það var Spec Ups the Line á öllum hlutum. Þeir sem að spila þann leik kveikja perinu hvað ég örugglega að hugsa. En tallalöku er engin stríðskleppur í þessum leik. Minnst ekkert sem ég hef séð. Það ofta að finna svona drauga, fallna hetja, eins og bláir drauga saumundum. Það er verið að sjá aðeins þetta. The mighty god of war. I will tear you limb from limb. Your puny frame will reduce to dust in my paws. Great Ares, my name is Phoenix. I'm here to defeat Typhon, and I require help from the god of war. Do you think my mighty blade is at the beck and call of anyone who asks? Don't make me laugh. I didn't mean any disrespect. I just can't do this without you. You have exhausted my patience. Flee, mortal, before you are forced to bear witness to your own destruction. I will feast on your very liver. Your eyeballs. And last but certainly not least, your quaking, shaking little heart. Crap. All right. The jig is up. Just get it over with. Fillet me and numb my pain. Just do it. What? No, calm down. Either you do the honors, or they will. Hann hefur klárlega ekki átt góða dagan Eris. En það sé nokkuð samfara maður verður á matsel með hvað sé fljóðlega. Hvað er það með leiki og óunnskildi, ólega nýbúin að spila Spider-Man Miles Morales líka og það var mitt óunnskildi alltaf bleiðilega fyrir mér. Come now, dice me up. I'm a chicken. Pathetic clucking poultry. I'm looking for Ares. He's not... Veit ekki hvernig það myndi smakkast, það verður ekki hana. Ég reyndi að elska kjúklingu, líklega upp á þessum maturum minn. En ég veit ekki alveg hvort að stríðsguðnir sem væri endilega málið að borða. Ég hef efasemdir það getur við sagt. But you're Ares. Always first to battle in your chariot. Hann pínu dramadrottning held ég Eris, en ég held að margir ekki skuðnir voru alls konar dramadrottningar. En þetta ætti kannski ekki að koma neinum á óvart, þessi leikt. Þetta minnst ekki sá Eris sem fólk man eftir úr God of War til dæmis. Ég held að Kratos hefði hitt þennan Eris, þá var hann búinn að grilla hann fyrir löngu síðan og éta hann og kúkur hann út í skógi í leiðinni. Þannig að þetta er ekki mikið sem þessi hann held ég. Chicken's a chicken, right? Fine. Tell her how worthless I am. Consider it forgotten. Just out of... Right down there. What about using that giant spear? Let's give it a shot. Það finnst það gaman að leikurinn hefur smá húmor fyrir sér og brjótandi svona fjórða múrin getur að segja stundum að
hann ekkert óhræddur að svona aðeins hafa gaman að þessu. Eini gallinn sem mér fannst við Breath of the Wild, og kannski það helgispell að segja, mér fannst alltaf lítið af sögunni í þeim leik. Það var það helsta sem var aðleik. Heiminn frábær, spilurinn meira áttar, bardaðinn skemmtilegir, bossarnir og allt það. Mér fannst bara ólítið saga. En það svona meiri þarna. Ég ekki að segja að þessi leikur betri Breath of the Wild, enga veginn. Ég bara segja það svona að ég plumma það í svona leik einhvern veginn. Þessi hermaður átti ekki góðan dag. Fine. It's your funeral. Rest in pieces. Before you go, realistically, you have 0 chance. But let's make it 0.1 with my blessing. Rest in pieces. Chicken pieces? Nah. En ég sé, þetta svona gott að melda í humorn í þessu leik. Annarkost, hefur gaman að þessu, eða þið finnst þetta enga veginn fyndið. Ég svona, eins og ég segi, ég ekki að segja þessi grínversmestarverk, það ekki Mel Brooks fílingur í gangi hérna, en það þetta gaman að þessu. Ég misti það fyrir mér. Þetta sem sagt inngangarnir í Tartarus Vaults og eru dýflissuleiksins, getur við sagt. Það gaman að mynda að sjá hérna myndbandinu að út að spila leikinu á PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series X eða bara mjög góður PC-vél, þá eru loading-tímarnir mjög stuttir og þægilegir. Allan maður séu glitta í augun Typhoons. Þessar dýflissur eru, eins og ég segi, svona blanda af þrautum, getur við sagt. Þetta eru svona bardaskamparínas og púslur sem þetta leysa eða verkefni og fleira, en þetta er svona mixtúra. Þessi til dæmis fyrsti staðurinn sem ég rakst á þetta. Þetta er svona fljótandi kassar sem þú getur slegið eða skotið á og látið að fljóta eða detta. Og ég hluti af púslunum í þessu einmitt þannig að pínu svona heilalega með köflum var ég að lendi þegar ég var að spila þetta. En það er skemmtilega oft við svona dót að þetta er pínu svona trial and error, þú ert að pröfa það áfram. Tekur mér smá tíma að kveikja perunni, ég get haldið á kassanum með hæfileikatrénu, eða hæfileikunum og nota það til að fara nær. Þannig að ég er ekki alveg mann að klárast þetta þarna. Svo, það er alveg að fara að koma, vonandi. Einn af þessum dögum. Ég gæti klippt þetta út, en ég kýs að gera það ekki. Ég vil ykkur að deila með ykkur ljóskumómenti mínu, getur við sagt. Myndavélin almennt er ekki með fín. Einu svona tvisvar flæktist fyrir mér, en ekkert eitthvað alvarlegt. Og er almennt bara mjög fín. Það er mjög þægilegt að reset allt svona út. Þannig að þú lendir ekkert í vandræðum ef að þú býr til einhver aðstæð, þannig að þú getur ekki tínir kannski einhverja kassa eða eitthvað fleira. Þetta er með þægilega leið til þess að stjórna öðrunni. Nota þetta mikið í þessar skillleikjana með mitt. Ekki ennþá að fatta einfaldan hlut. Mér langar pínu að öskra mig sjálfan þegar ég er að horfa á þetta. Þetta er aðna loksins komum þetta. Eina sársaukafyllasta fæðing fyrir og síðar í töluleikjum býst ég við, eða þannig að séð. Ég fatt ekki þarna ennþá samt að ég hefði getað slegið bara með sverðinu X-inni og þá hefði kannski lyfst. Ég þarfti ekki endilega að skjóta örinni til þess að gera þetta. Ég er eins og vanalega að flækja hlutina ekstra mikið fyrir mig. Það er ekkert algengt hjá mér. Sko, svona dýflissur eru það eins flóknari þegar þú ert komin inn í þær sem tengjast aðalsögunni.
síðan eru fullt af öðrum smerri sem eru svona einfaldari útgáfur og talsett sneggri getur við sagt að fara í gegnum. Þannig að það er góð fjölbreytni í þessu getur við sagt þegar kemur að þessu. Veistu, af þessum sem ég hef spilað hingað til þá er það passlega miskust eins og er ekki of langar. Það er svona það leyti svo og stóðum kannski pínu frustraðar eða byrjaðar vegna þess að það er eitthvað sem þú vorst að gera sem virkar ekki. Þá vanalega ertu búið með það og getur haldið áfram. Þannig að eins og hérna það verður hægt að læta ég fatta að já, ég get notað kassana til þess að búa til hálfgerðan stiga. Þetta er svona pínu höfrungarlöp getur við sagt. Tekur svona tíma að kveikja í perunni að maður hvernig maður gera það. En hérna sem sagt lengra inn er sem sagt þraut sem þú ert að leysa, losa þessar keðjur. Það er eins og segi pínu drjúg þraut en ekkert eitthvað hræðilegt. Og þetta er svona blanda eins og maður segir hopp, skoppi og hvað ég segja speedrunning og púsluð og fleira. Það verður athyglisvert að sjá eftir að leikurinn er búinn til í smá stund fólk spilandi þennan leik sem algjörlega brýtur kerfi leiksins og gerir eitthvað sem enginn hefði séð fyrir. Ég verð að vegna að ég er ekki núðulega, mér er ekki svo góður fyrir til að muna hvað þess er. Bearing a strong resemblance to Cortes, the Hecatoncheires. Þetta er allavega fyrir leikurinn mjög góður að útskýra allt svona fyrir manni, en að maður færi ágætis sögukennslu í leiðinni, getur við sagt, þegar þú ert að spila leikinn. Hvort þú viltu ekki, ég meina hei, þá hlustar maður bara ekkert á það, maður líst ekkert á það. Ég er svona að þetta verður að nógu mér í bili. Leikurinn er komin út og á helstu leiktölunar og ég mæli með að kíkja á Nördmálsins, það er við sem verðum með náðunar umfyllir leikinn síðar. Takk fyrir mig.